Halleluja. Drottinn, ég bara bið að koma, drottinn, og bara tala til okkar í dag. Gefðu okkur eyra sem heyrir. Halleluja. Drottinn, ég bara brýt það vald sem að vill hindra okkur á göngunum með þér. Það svo margt í þessum heimi sem að tekur athygli okkar, drottinn, og ég bara bið Jesús að við mættum setja augu okkur á þig sem höfundur og fullkomnari trúar okkar. Og drottinn, það sem kemur í veg okkar, það sigrað fyrir blóð lamsins. Halleluja. Og drottinn, ég bara þakka þér að þinn sigurinn. Halleluja. Eina sem við þurfum að gera að stíga inn í hann. Við þurfum bara að stíga inn í hann. Í Jesú heilaga nafni og allur liðurinn sagði. Amen. Takk Jesús. Halleluja. Mikið yndislegt að koma inn í dag. Þetta síðustu dagar hérna í kirkjunni hafa verið bara magnaðir. Og Guð svo sannarlega búin að gera einhverja magnaða hluti hérna á meðal okkar. Ég þarf að passa mig hvað ég segi. Við náttúrulega alltaf að gera eitthvað magnað, en það eru spurningum hvar við staðsett gagnvart við. Og ég finna bara að fólk að taka nýja ákvörðun. Það eitthvað nýtt að gerast í líkama Guðs. Og ég elska það. Ég vil ekkert sjá neitt meira en það heldur en að sjá bara vilja Guðs verða í lífi fólks hérna á Íslandi. Ég bara virkilega trúi því það sem að Sæmon sagði daginn, að Guð hefur kallað þessa þjóð fyrir eitthvað alveg sérstakt. Við erum skrítin líður. Já. Sérstaklega engi, segir einhver. En við erum öll frekar skrítin. Það bara þannig. En vitið það, Guð elskar okkur. Hann elskar okkur nákvæmlega eins og við erum. Og það hann sem að, undirbý hjart okkar og kemur því til leiðar því sem hann vil. Daginn, þá var ég að fara í úlpu. Úlpu sem ég hef ekki farið í lengi. Og fer í vasan og ég finn 5 skall. Hafið þið lent í þessu? Þetta geggjað. Og ég var bara svo opaslega glöð, ég 5 skall, bara vá, sem í rauninni svolítið fyndið út að ég átti alveg 5 skallin fyrir, ég bara var búin að gleyma honum. Og þannig það oft, vinir. Það ýmislegt sem að Guð hefur lagt í hjart okkar, lagt í líf okkar, sem við erum bara hreinlega búin að gleyma. Og vitið það, þetta eru dagarnir, þar sem hann að taka út gullið. Hann að minna okkur á virði okkar. Í sér. Þannig að við erum ekki í hroka, við erum í auðmýkt frammi fyrir honum, en við erum í djörfung frammi fyrir kringumstæðum lífsins. Og það eru alls konar. Við skulum bara segja það alveg eins og kringumstæður lífsins eru alls konar. Gilli kom inn á það. Þú veist. En þá þurfum við að muna að það 5 skall í vasanum. I actually got this. Við þurfum að vita að þegar við stöndum fram fyrir kringumstæðum að Guð hefur gefið okkur allt sem til þarf til þess að ná árangri í þeim kringumstæðum. Hann skilur okkur ekki bara eftir einhvers staðar út á ballarhafi og bara gangið vel. Hann með þér. Og ritningin segir meira en það. Hann segir, hann með þér allt til enda. Hugsið ykkur. Konungur heimsins. Sá sem skapaði allt með þér allt til enda. Og vinir leið og við byrjum daginn þannig. Leið og við áttum okkur á að Guð góður. Leið og við játum það út hver hann og hver við erum í honum og við erum þakklátt fyrir það. Það breytir deginum. Og vinir, við þurfum að fara að vanda okkur sem kristi fólk. Við þurfum að fara að tala út líf og sannleika Guðs. Við megum ekki trúa lyginni sem allstaðar í kringum okkur og það eru alls konar sem geta barið úr þér allan þrótt. En Guð hér og hann vill minna þig á að þú ert meira en sigurvegari. Halleluja! Halleluja! Þú ert meira en sigurvegari. Þú ert meira en sigurvegari. Halleluja! Og vinir, það sem ég að segja núna, varðandi kringumstæðurnar, hvernig við getum tekið kringumstæðurnar okkar taki. Út af því að hamingja, mér svo margir verið að tala og mér langar bara að vera hamingjusöm. Hamingja ákvörðun. Hamingja lífstíl, það hugarfar. Vinir, og við þurfum að temja okkur þetta hugarfar Krists,
að vera ávallt glöð vegna samfélagsins við Drottin. Vera glöð. Þú veist, ekki út af því okkur líður svona þennan daginn eða líður hins veginn. Það út af því að Guð góður. Halleluja, og við getum alltaf verið glöð. En við gleymum stundum, vinir, að Guð hefur gefið okkur kraft. Amen. Og vinir, það líka annað. Það pláss fyrir alla í ríki Guðs. Við þurfum ekki að metast við gullið í hvort öðru. Veist, ég á 5.000 skall, þú átt líka 5.000 skall, það þinn 5.000 skall. Við eigum öll okkar. Og vitið það, í Guðs ríkinu þá pláss fyrir alla. Má ég heyra með henn. Þannig í Lúkas 9, það langar mig til þess að fara í einn reyningastað og það stendur svo: Jesú kallaði saman þá 12 og gaf þeim mátt og vald yfir öllum illum öndum og til að lækna sjúkdóma. Hann sendi þá að boða Guðs ríki og græða sjúka. Minnst þetta alveg magnað. Hann kallaði þá og gaf þeim mátt og vald. Vinir, getur verið að kirkjan hafi bara gleymt kraftinum og valdinu sínu? Hann kallaði þá ekki út af því að þeir voru eitthvað fullkomnir. Við munum það alveg síðasti staðurinn sem að Jesú fór á með þeim þegar rétt áðurinn að fór á krossinn. Að þá fór þið inn í þennan bæ og það var ekki tekið við þeim. Og við munum hvað lærisveinarnir sögðu þá: Jesú, viltu ekki bara kasta eldaheimnu og eyða þessum bæ? Þeir eru ekki að taka við okkur. Og Jesú segir við lærisveinarnir: herðu, ég ekki komin hingað til þess að eyða fólki, ég komin hingað til þess að frelsa fólk. Og vinir, þeir voru langt frá því að vera eitthvað fullkomnir, en þeir voru kallaðir af Guði. Og þegar Guð kallar fólk, þá það ekki bara köllun, hann gefur bæði vald og kraft. Og mér langar að koma með fréttir hér í dag. Hver einasti einstaklingur hér inni kallaður af Guði. Það málið. Við erum kölluð af Guði og því fylgir bæði vald og kraftur. Það ekki út af því að við erum svo klár eða við erum svo alltaf með þetta. Nei, það út af því að við erum börn hans. Og hann gerir engin mistök. Og í staðinn fyrir að vera eitthvað agitera eða vera alltaf í einhverju mínus, þá þurfum við að taka upp kross okkur og bara fylgja honum. Og við þurfum að ganga fram í því valdi og þeim krafti sem að Guð hefur gefið okkur. Amen. Það ekki? Amen. Halleluja. Þannig að mér langar til þess að fara í reikningastað sem að við öll könnum stöð. Það í Lúkasi 9:10. Ég ætla að fara niður hérna nokkuð vers. Postulunni kom aftur og skýrði Jesú frá öllu því sem þeir höfðu gert. En hann tók það með sér og vek brott til bæjar sem heiti Betsaida, til þess að þeir væru einir saman. Mannfjöldinn varð þess var og fór á eftir honum. Jesús tók mönnunum vel og talaði við þá Guðs ríki og læknaði þá lækninga þurftu. Svo magna með Jesú, hann var einhvern veginn alltaf bara í núinu, þú veist, alltaf bara gerði það sem að það þurfti að gera, hann var bara magnað að lesa líf hans. Vers 12, nú tók degi halla. Komið þá þeir 12 að máli við hann og sögðu: látum mannfjöldan fara svo hann nái til þorpa og bíla hér í kring og geti fengi gistingu og mat, því að hér erum við á óbyggðum stað. En Jesús sagði við þá: gefið þeim sjálfir að eta. Þeir svöruðu: við eigum ekki meira en 5 brauð og 2 fiska, nema við förum að kaupa vistir handa öllu þessu fólki. En þar voru 5.000 karlmenn. Hann sagði við lærisveina sína: látið þá setjast í hópa 50 hverjum. Þeir gerðu svo og létu alla setjast. En hann tók brauðin 5 og fiskana 2, leit til himins, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinum til að bera fram fyrir mannfjöldan. Allir neyttu og urðu mettir, en leifarnar eftir þá voru teknar saman 12 körfur brauðbita. Sjáu hvað Guð magnaður.
Ég hef heyrt þessa predikun þetta efni, ég veit ekki hversu oft. Kraftaverkið, mannfjöldan, hvað Guð var að gera, hvað var að sýna mátt sín og megin. En það sem að mig langar til að tala í dag, snýr meira af lærisveinunum sjálfum í þessari sögu. Vinir, við erum lærisveinar. Og það sem að Guð að kenna þeim í þessum orðum líka til okkar. Við erum lærisveinar. Og vinir, við gleymum því stundum að við erum lærisveinar, við erum send, við erum kölluð, við höfum kraft og vald. Og vinir, oft erum við að biðja Guð og biðja Jesú að gera hluti sem að við erum kölluð til að gera. Og vinir, það kemur svo skýrt fram í þessum versum, hann segir, ekki senda fólk í burt. Gef þú því að borða. Gefið þið þeim að borða. Og þeir hugsuðu strax, býtu, hvað getum við? Og kirkjan of mikið þannig, hvað get ég? Og vinir, bara segja ykkur það, ég get ekki mikið í sjálfu mér. En í Guði, þá get ég alla hluti. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem að mig styrkan gjörir. Og vinir, þegar við umbreytum okkar ego í það að lægja okkur og lyfta upp Guði í kringum staðnum, þá okkur allir vegir færir. Amen. Og það sem hann segir við þá svo áhugavert fyrir okkur í dag. Í staðinn fyrir að vera að senda fólk í burt, prófum að finna út úr því hvort að þarna þörf, hvort að Guð hafi gefið þér eitthvað því innra til þess að svala þeirri þörf sem að fyrir framan þig. Og svarið þetta. Já, hann hefur sett það innan með þér. Amen. Þú kannski upplifir bara 2 fiska og 5 brauð, en Guð getur margfaldað það sem að við ekki skiljum. Þannig í stað þess að flýja hólmið, þá þurfum við að setja fætur okkar niður, vinir. Við sem kirkja þurfum að gefa þá borði sem að Guð hefur gefið okkur. Og hann mun blessa það. Halleluja, hann mun blessa það. Má ég heyra með? Takk Jesús, hann mun svo sannarlega blessa það. Halleluja. Þeir áttu samfélag við hann. Þeir gengu með Jesú. Þeir þekktu Jesú. Og vinir, það breytir öllu. Þegar við erum í kringumstæðum og við þekkjum hann sem hæstur og mestur og bestur. Það breytir öllu. Halleluja. Það breytir öllu. Og vinir, lykilatriði þetta. Þeir þekktu hann. Þeir gengu með honum. Takk Jesús. Í Mattheus 7. kafla, þá það talað að hann sendi það út 2 og 2. Hann gaf þeim vald, hann gaf þeim kraft. Og þeir vildu að sjálfsögðu standa undir þeirra ábyrgð að vera sendir út af Guði. Sendir út af syni Guðs. Og það talað í Mattheus að þeir meiri segja, þjónuðu svo mikið að þeir urðu dauðþreyttir. Jesú hafði orð á því að þeir voru þreyttir. Og það nú oft þannig að þegar við erum að gera hluti, að þá verðum við þreytt. Oftast það þannig að þá erum við að gera svolítið hluti í eigin mætti. En þegar við hvílum í Guði, vinir, þegar við hvílum í Guði og við erum að vinna verk Guðs, þá eins og hann gefi okkur orkuna tilbaka. Það að vera í hvíld í verkinu, ef þið skiljið hvað ég meina. Og ég veit ekki með ykkur, en ég svolítið Marta í mér. Ég mæðist í mörgu. En það sem að Guð búin að vera að sýna mér undanfarið, þetta. Hvíldu þið í mér, ekki vera að búa til, ekki fæða hlutina fram að eigin mætti. Býta eftir krafti mínum. Býta eftir að ég opni leið. Ekki gera hlutina bara, þið vitið, í eigin mætti. Ekki kalla þig sjálfur. Guð kallar þig. Og Guð kallar þig líka á réttum tíma. Og við vitum það, konur sem hafa eignast börn. Vitið það, þegar við reynum að fara í fæðingu, þú veist, á 7. mánuði, þá það ekki gott. Það ekki gott. Ég að segja það fréttikunar? Ég elska þig.
En það alls ekki gott. Og þá ég að meina, sko, það ekki gott. Við viljum að börnin, þau reynda voru bara í 8 mánuði í mínum maga, en við viljum að barnið sé allan tíman sem þarf til þess að ná þeim þroska hér inni áður en það fer út. Og ótímabær fæðing getur gert lífið, getur í rauninni deytt lífið, ekki satt. Þannig að ótímabær fæðing, og hvað meina ég með þessu? Hvað meina ég með að vera óléttur af því að vilja Guðs? Ég að meina það að Guð undirbýr karakter okkar áður en að sendur okkur út. Og við þurfum að leyfa því að gerast og við bara getum séð þetta út allt í reikningunum. Þið muni eftir Jósef. Þið muni eftir drauminu sem Jósef fékk. Þú veist, ungur. Og hann segir við bræður sína, þið munu allir beygja ykkur fyrir mér og ég mun vera, þú veist, yfir ykkur hafin. Ekki mjög mikil viska þar. Og hvað gerist? Hörmungar tóku við. Bræður hans fóru að hata hann. Þeir þoldu ekki, þið þoldu ekki drauminn hans. Þeir þoldu ekki þjónustuna hans. Þeir þoldu ekki það sem að Guð hafði kallað hann til þess að gera. Og Guð leyfði það, hann var seldur í þrældóm. Og það endaði með því að hann fór í hús Pótifars og þar reyndi eiginkona Pótifars við hann. Og það endaði með því að hann þurfti að flýja það hús líka og hann endaði í dýflissu. Á hræðilegum stað. En maður samt les það. Hann passaði samt hjarta sitt. Og vinir, það eru margir hér inni sem eru búin að upplifa erfiða hluti. Sem gerir það verkum að við erum kannski komið með stein fyrir hjarta. En Guð þráir að gefa okkur hjarta úr holdi og blóði. Hann vill taka steinhjarta burt. Og hann vill segja, ok, jafnvel þótt að þetta hafi ekki gengið upp eins og þú lagðir upp með, þá ég ekki búin. Ég hef síðasta orðið, segir Drottinn. Halleluja. Þannig í dag, ef þú ert vondapur, Þorgils talaði þetta hérna áðan. Þegar við erum í þeirri stöðu, þá hlustum við ekki á hug okkar. Við hlustum ekki á tilfinningur okkar. Við hlustum á orð Guðs. Við leitum til fólk sem getur byggt okkur upp. Við leitum til þeirra sem geta verið til staðar fyrir okkur. En fyrst og síðast, vinir, þá leitum við til Drottins. Halleluja. Má ég heyra amen? Við leitum til Drottins. Halleluja. Og í Mattheus 6, eins og ég talaði þeir voru algjörlega úrvinda. Við komum til Drottins og voru þreyttir. Halleluja. Biðjum aðeins saman. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig, Jesús. Ég lyft upp nafni þínu, Drottinn. Og ég bið að koma inn í líf okkar þar sem að þreyta Og Drottinn, ég bið Jesús bara að mæta okkur, Drottinn, þar sem að við þurfum á að halda. Og Drottinn, ég bið að koma, Drottinn, og binda Jesús. Halleluja. Og bið að gefa okkur styrk og kraft. Halleluja. Að við göngum fram, Drottinn, Jesús. Að við hlýðum kalli þínu, Drottinn. Verði þinn heilagi vilji, verði þinn vilji, Jesús. Og Drottinn, ég brýt allt í líf okkar sem að reiki sér upp gegn þekkingunni á þér, heilagi Faðir. Í Jesú heila nafni. Amen og amen. Halleluja. Í Lúkas 6 þá talað lærisveina hvernig þau lögðu niður sín plön til að svara kalli Guðs. Og vinir, í dag að þá andi Guðs, hann að tala til okkar. Hann að sannfæra okkur. Það sem að gerist á samkomum að andinn fær að tala. Og vinir, það ekki nóg að hann tali, við þurfum að hlýða kalli Guðs. Við þurfum að heyra kalli og bregðast við því í Jesú nafni. Og vinir, hann kveikir ekki bara eld. Hann líka gefur vald og kraft.
og hann gefur þér meira en þú sjálfur getur áorkað. Það sem ég hef líka tekið eftir bara í mínu lífi leið og ég bara auðmyggi mig fyrir hans plani, þá kemur hann með úrræði. Vitið það, hann kemur með peninga, hann gefur með úrræði, hann gefur opna dyr þar sem ég hef ekki séð opna dyr. Og það ýmislegt búið að vera í gangi núna síðustu vikur sem eiginlega bara ótrúlegt, sem ég get ekki alveg ferðað út í núna, en Guð að opna dyr. Það þannig. Og vinir, þegar ég í veikum mætti gef Guði mitt litla, þá getur Guð margfaldað það. Og vinir, kirkjan þarf að vera í því elementi að við séum trúið, að við séum að teygja okkur, að við séum að reyna að teygja okkur eftir því sem að Guð vill gera fyrir okkur. Halleluja. Og lykillinn að vera ekki okkar styrk, heldur hans. Og það sem við eigum að gera, vinir, það að halla okkur að honum. Ekki framkalla hlutina sjálf. Halleluja. Í Markusi 6:30 kemur fram, postulinn komin og aftur til Jesús, sögðu honum frá öllu því sem þeir eru gert og kennt. Og hann sagði við þá, komið nú á óbyggðan stað, svo við séum einir saman og hvílist stund. Vinir, það ekkert athugavert við það að þurfa hvíld. En hvernig við hvílumst skiptir lykilmáli. Ég svolítið þannig að þegar ég þarf hvíld að þá vil ég vera ein. Ég var ekki þannig, ég þannig núna. Ég þrá að vera ein. Oft það þannig að þegar við erum úrvinda, þreytt og svo framvegis, þá leitum við í eitthvað sem deyfir okkur. Það sem að Guð að kenna þeim hér að þegar þeir eru þreyttir, komið til mín. Förum saman á óbyggðan stað. Leyfiði mér að vökva ykkur. Og vinir, kirkjan þarf að leyfa Guð að vökva. Vinir, við þurfum að passa, vera ekki og bara í einhverjum gír, endalaust að gera, heldur líka að hvílast og nærast. Vinir, við höfum ekkert að gefa nema við sem í hvíld og næringu. Og hvernig við hvílumst, vinir? Þegar erfiðleikar steðja að. Þegar hlutirnir fara að verða erfiðir. Ekki fara bara inn í Netflix eða, þið vitið, drekka eitthvað eða gera eitthvað slíkt. Heldur, leitið til drottins. Það tíminn til að leita til drottins og virkilega knýja á. Og ritningin segir, þeir sem knýja á, fyrir þeim mun upploki verða. Og vinir, það fólk sem búið að knýja á hér í dag. Og fyrir þeim hefur verið upplokið. Vinir, við þurfum á þreyttum stað, og ég tala af reynslu út að ég búin að vera að upplifa ofboðslega mikla þreytu síðustu 2-3 árin. En vinir, ég komst ekki í gegn fyrir ég fór að hvíla í drottni. Þegar ég fór að sækja í uppsprettuna, ekki í mitt eigið, þú veist, hvernig ég ætla að leysa úr hlutunum. Þetta þegar Guð fer að mæta mér. Og vinir, þegar Guð fer að mæta mér, þá kemur líka bara, þið vitið, einhver áfelling sem himnesk. Og þetta ekki út af mér, þetta ekki fyrir mig, þetta ekki vegna mín, þetta vegna drottins. Og vinir, Guð hér og hann vill finna okkur hver og okkar stað. Halleluja. Og ef að þú ert að gangi í gegnum erfiðleika, þá nóg fyrir þig. Pressaðu bara á drottin. Í Jesú nafni. Ekki leita í eitthvað sem skiptir ekki máli. Halleluja. Halleluja. Takk Jesús. Þannig að þegar þú ert að brenna út, þegar þú ert þreyttur, þá eykur nándin af Jesú. Mér finnst þetta svo geggjað. Þegar þú ert þreyttur, þá hlustar ekki á einhverja pólitíska, þú veist, þvælu. Þú hlustar á tónlist sem lyftir upp nafni Guðs. Þú hlustar á ræðu sem að lyftir upp nafni Guðs. Þú umvefiði fólki sem að lyftir upp nafni Guðs.
Þú leitar í uppsprettuna. Þú talar við Jesú. Þú talar við Jesú. Og það sem að meira þú svarar kringumstæðunum með orði Guðs. Vinir, við þurfum að hætta að leyfa óvinnunum að taka svona mikið vald yfir okkur. Við þurfum að segja honum hver hann og hann sigraður fyrir blóð lambsins. Við þurfum að segja honum og við þurfum að segja við kringumstæður okkar, allt megna ég, fyrir hjálp hans sem styrkan gjörir. Og við þurfum líka að segja óvinnunum þegar hann að rugla í haustum á okkur, að við erum undir blóðinu. Blóðið kröftugt. Það magnað. Blóðið vann sigurinn, nafn drottins kröftugt og meira þess að talar ritningin að nafn hans sterkur turn. Þangað hleypur hinn réttláti og hann þar óhultur. Og vinir, ef að þú ert í einhverjum bardaga, hlauptu inn í nafnið. Hlauptu inn í nafnið. Vertu inn í nafninu því að það sterkur turn. Og vitið það, þegar við erum inn í nafninu, að þá getur óvinnurinn komið með alls konar skeytu og það mun ekki hæfa okkur. Því að við erum algjörlega örugg. Halleluja. Sendiði drottin til dyra. Halleluja. Frásögnin nefnilega, þegar Jesú mettaði fjöldan, hún ekki bara mannfjöldan. Hún líka lærisveinana. Hugmyndin var fyrir lærisveina að þeir myndi læra af honum. Að það myndi fá fæðslu í tilfinningar, andlegar og veraldlegar. Brauðin og fiskarnir gjöfin til fjöldans, en fjöldin var gjöfin til lærisveina. Það þannig. Það var í þessari aðstöðu sem að þeir þurftu að finna hvað Guð hafi gefið þeim. Og vinir, þegar Guð treysti þér fyrir fjölda, þegar hann treysti þér fyrir kringumstæðum, þegar fólk knýr á líf þitt, þá máttu treysta því hann hefur gefið þess sem að til þarf. Halleluja. Vinir, Jesú margfaldar. Hvað gerðu þeir? Þeir sögðu, við erum með 2 fiska, 5 brauð. Og þau fóru með fiskan og brauðið til drottins. Og hann blessaði. Vinir, það lykilatriði. Það sem að þú hefur, þarftu að leggja fyrir drottin. Það hann sem blessar. Og þegar hann blessar, þá blessar hann ekki bara eitthvað pínlítið, hann margfaldar. Og vinir, hann margfaldar. Þannig í staðinn fyrir að vera í einhverju svona mínus með það sem að Guð hefur gefið þér, vertu harla öruggur, því hann blessar. Og hvað gerir hann? Hann gefur þeim öllum að borða. Við erum að tala þetta voru ekki bara 5.000 menn, auk kvenna og barna. Þetta var verið örugglega 15.000 manns. Og það voru 12 fötur eftir, stóra fötur, matarleifar, sem mér finnst mjög áhugavert út af því að við vitum það að já, talan tólir tala stjórnunar, ekki satt. Hann hafði fullkomið vald á kringumstæðunum. Það var stjórnun. Það var allt í áætlun. Og þeir með þess að við drottin, sendu þið burt, viltu ekki senda þið í næsta bæ? Þau geta að borða þar. Svolítið eins og ég, praktísk. En Guð að segja við mig, nei. Fólkið hér. Nú þarf þú að finna þína eigin brauð og þína fiska og þú þarft að gefa fólkinu. Og vinir, ekki bara ég. Kirkjan öll full af hæfileikum og gjöfum. Og vinir, nú þarf kirkjan að rísa upp. Nú þurfum við að setja það sem við eigum við fætur frelsarans og við þurfum að segja drottin, þú þarft að margfalda. Já, Hulda María, þú. Þið til í það með mér? Gefa drottin það litla sem við eigum og sjá margfalda. Jóhann til í þetta. Amen. Við viljum öll sjá Rauðahafið klofna. En okkur finnst óþægilegt að standa frammi fyrir því. En vinir, þegar Guð setur okkur í kringumstæður þar sem við erum fyrir framan Rauðahafið,
þá hefur hann gefið þér allt sem til þarf að sjá það klofna. Það sama með Jerikó. Þú getur staðið frammi fyrir ykkur Jerikó kringumstæðum í dag, vinir. En Guð hefur gefið þér allt sem til þarf til þess að sigra Jerikó. Þú þarf bara að hlýða. Þú ert bara að fara á eftir því sem hann hefur sagt. Þú þarft að leggja þitt við fætur frelsarans og sjá hann margvalda. Og sigurinn er þinn. Í Jesú nafni rísum á fætur.